Já, hver stefnum við, gott fólk? Ég með svarið, nei. En takk fyrir að bjóða mér, Selma Kristjánsdóttir heiti ég og fagstjóri starfsmenntamála hjá VR og jafnframt framkvæmdastjóri starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks. Og ég ætla aðeins að fara í gegnum svona hvað við höfum verið að gera innan VR og á þeim grundvelli og ég kemst í rauninni ekki áleiðis nema aðeins að fjalla svona það eru nokkur öfl innan VR sem að tengjast saman. Og þegar við þegar við horfum, við erum eiginlega bútið þetta aðeins niður. Og það þannig að innan VR starfsmenntanefnd VR sem að í sitja 5 fulltrúar úr stjórn VR og nefndin situr starfsmenntastefnu til 2 ára í senn og aðgerðaráætlun. Og út frá henni fylgjum við og þessi aðgerðaráætlun á starfsmenntastefna snýr að í rauninni aukinni hæfni fólks á vinnumarkaði og hvernig við getum stutt við þá þróun og hæfni, þróun og vegferð. Og þetta auðvitað ekkert bara á einni nefnd að gera þegar þetta eitthvað sem það eru á margar hendur við og þar að leiðandi að þá höfum við verið með alls konar verkefni sem að við komum í samstarfi og stuðlum að. En það sem mig langaði svona að kynna fyrir ykkur eru svona 3 stór verkefni sem að þessi nefnd hefur sett á laggirnar og við sem VR erum að keyra. Og við leiðirnar eru til dæmis undirsíða inn á vafir.is sem starfsþróunarvefur og það svona upplýsingarsíða fyrir einstaklinga og jafnvel auðvitað fyrirtæki, þau geta farið þangað inn. En þetta einblínt á einstaklingana, hvernig þeir geta í rauninni hugað eigin starfsþróun og hvað það í rauninni, hvað starfsþróun. Og ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á þessa síðu. Annað stórt verkefni sem við erum með, það að við erum að bjóða í samstarfi við Mýmis ímyndun upp á starfsþróunarsamtöl sem það allt félagsfólk VR sem eru núna rúmlega 40.000 einstaklingar. Þeir geta farið inn á mína síður á vafir.is og skrá sig í starfsþróunarsamtöl og þá erum við í rauninni að styðja og styrkja fólki við að einblína svolítið svona hvernig get ég elt mig. Og svo erum við með stafræna hæfnihjóli í gangi sem öllum frjálst að taka þátt í og ég hvet ykkur eindregið til þess að taka þátt í ef þið hafi ekki nú þegar gert það. En við erum að vinna uppfærslu að því og hún kemur væntanlega í ljós núna næstu mánuðum eða vikum. En það bara stafranhæfni.is og þar sem þetta er sjálfsmatspróf þar sem að fólk getur verið að skoða hvar það stendur í stafrænni hæfni. En munið þetta sjálfsmatspróf, þetta í rauninni svona hvati til þess að skoða hvar þú stendur sjálfur og hvað þú getur gert til þess að efla þig á því sviði. Þannig að þetta eru svona þessi 3 stóru verkefni sem að nefndin að stuðla að en ég kemst ekki hjá því að nefna sjóðinn okkar sem starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks og það bara nota bene ekki eingöngu sjóður bara VR, heldur þetta eign VR Landssambandsins og Samtaka atvinnulífsins og þessi sjóður ekki með sömu stjórn og starfsmenntanefndin með. Þannig að fulltrúar í stjórn í sjóðnum eru fulltrúar frá SA og VR-líf og sú stefna þar að efla og stuðla að frekari hæfni fólks á vinnumarkaði og jafnframt að stuðla og tryggja og styðja við fyrirtæki til þess að auka samkeppnishæfni sína á vinnumarkaði og fá til þess hæft fólk. Þannig að verkefnin skarast. Þannig að sumt hefur verið þannig að VR byrjar á einhverju og sjóðurinn tekur við í fjármögnun eða öfugt og þess vegna get ég ekki annað en nefnt sjóðinn með. Dæmi þróunarvinnu sem þessir aðilar, þessi öfl hafa farið af stað með eru meðal annars að stuðla að hæfnigreiningu starfa í verslun. Og við ætlum heldur betur að gera þetta einfalt. Við ætlum bara að teikna upp mynd sem myndi bara vera svona eins og bara gott líkan. Bara þú byrjar hér, heldur hér áfram og svo bara og þetta ættu bara að taka einhverja 4 til 6 mánuði. Ekkert mál. Og þetta búið að taka núna 8 ár. En við erum komið með mynd. Vegna þess að
byrjuðum á hæfnigreiningu starfa í verslun og við komumst að því að við gátum hæfnigreint á þrepi 3 og við gátum í rauninni brugðist við námi á því þrepi og úrvarð verslunarstjórnarnám á Bifröst og í samstarfi við HR. Tryggðar einingar, diplómanám, frábært. En hvað áttu að gera við hæfnigreininguna á þrepi 2? Jú, við urðum auðvitað að bregðast eitthvað niður við. Þannig að við fórum í þróun á fagnámi á því stigi og fengum til liðs við okkur frábært fólk og Verslunarskóla Íslands og úrvarð fagnám verslunar og þjónustu. Þannig að þetta dæmi verkefni sem hafa orðið að veruleiku og þetta í gangi, gott fólk. Þetta bara í gangi núna. Þannig að við erum komin búin að búa til heildarmynd. Þannig að þegar ég næstu því, ég hugsaði líka við samstarfskonu mína, langar svo að sýna mynd. En ég geri það kannski bara næst. En við erum fyrir fólk sem hefur ekki lokið grunnmenntun á þrepi 2, þá erum við með lausn og það starfar í verslun, vill halda áfram, vill efla sig, sýna fram á hæfni sína, að þá getur það núna farið og í raunfærnimat og fengið fagbréf ef það vill halda áfram. Það er ekki þvingað að halda áfram, en það er lausn. Getur halda áfram, farið í fagnám hjá verslunarskólanum, fær gott utanumhald, skiptingin er bara bútið niður og það getur lokið þessu 90 eininga fagnámi. Þegar einstaklingarnir hafa lokið því, þá getur það gert upp við sig hvort þið verið að halda áfram í stúdent eða ekki. Og ef þeir vilja það, þá það í boði og þá haldið utanum það þeirri vegferð og ef þeir eru búin með stúdentspróf, þá getur það spurt sig, vil ég halda enn áfram? Og þá getur þeir farið í verslunarstjórnun hjá Bifröst og haldið áfram. Þannig að það er búið að búa til leið til aukinna hæfni innan formulega menntakerfisins. En það þarf ekki endilega að fara þessa leið. Við erum ekkert endilega eitthvað að snúa upp á höndina á fólki, en þetta er möguleiki. Þetta er valmöguleiki og það er búið að tryggja að það eru einingar sem fylgja þessari staðfestu hæfni. En það var mikill sigur unnin þegar við gátum í rauninni loka hringnum með því að tryggja viðurkenninguna á þessari vegferð. Og það var að þegar þú stígur áfram þessa vegferð, að þá ertu með í höndunum og getur tala við þinn yfirmann að þú sért sannarlega auka hæfniðina, þú ert sannarlega að sýna fram og þú búir yfir ákveðni reynslu eða hæfni, stígur skrefið og getur tekið launasamtalið. Og það ég ætla ekki að lesa þetta allt, en þið sjáið að launin eiga að endurspegla vinnuframlag, hæfni, menntun og færni og það á líka við að þegar það er einn þáttur í þessu að þegar þú ferð með staðfestingu og færni með fagbréfi eða fagnámið að þá áttu þess kosta að taka þetta samtal. Næsta stóra afl innan VR sem er í rauninni segir kannski frekar hvert við erum á hvaða vegferð við erum, að það var þessi agalega flotti tímamóta samningur sem við gerðum við Samtök verslunar og þjónustu. Og ég segi ykkur gott fólk, þetta er alveg brjálæðislega sniðugur samningur og mjög hentugur og góður. Það sem að gerir að verkum að við komum hana saman, stéttarfélagið og stéttarfélögin, þetta er VR og Landssambandið og Samtök verslunar og þjónustu og saman kraft okkar í að efla hæfni og þekkingu fólks á vinnumarkaði sem starfar í verslun og þjónustu. Við viljum tryggja að þau fái stuðning í þessari vegferð, fyrirtækin hugi sérstaklega að þessu og fólk með íslensku sem annað tungumál fái stuðning og við erum að hugsa og horfa til þess að einstaklingar verði á stigi B1 þegar þau starfa í verslun, en markmiðið til 2030, þannig að við erum enn að. Við breytum ekki einu, við gerum ekki bara smellu fingur og allt er breytt og allir eru on board, heldur er þetta sem við viljum sjá. Við viljum að endurmenntun, og endurmenntun verði fastur hlutar af menningu fyrirtækja og við viljum að fólki fái tækifæri til að efla sig og við þurfum líka að huga hvernig við aðstöðum aðra og svo viljum við að við séum að skilgreina og veita viðurkenningu eða vottun á þessum markmiðum samningsins. Við erum í svona vinnuhópi
með sem sagt, mjög öflugur hópur fulltrúa frá VR og Landssambandinu og Samtökum verslunar og þjónustu og erum að vinna aðgerðaráætlun. Það var stöðukönnun gerð í lok nóvember 2023. Það var við vorum með málþing í mars og síðan vorum við með erum við búin að vinna að aðgerðaráætlun og svona marka stefnu núna það sem af ári 2024. Bara væntanlega á næstu vikum gott fólk kemur vefsíða með logói og með upplýsingum þannig að bara endilega fylgist þið með. Þetta eru helstu niðurstöðurnar sem að koma okkur skemmtilega óvart og eins og að Mats sagði líka áðan, þetta er heildrænt. Þannig að þegar að fyrirtækin stuðla og eru með þessa sýn, þá hoppar fólk líka borð og þegar það gerir sig grein fyrir einhæfni þá verður eitthvað, það kveikir eitthvað neista. Þannig að í könnuninni, fyrirtæki sem vildu og stuðluðu að aukinni sí- og endurmenntun innan fyrirtækisins, það var fólki þeirra sem voru með mun líklegri til þess að vera með hugan við sí- og endurmenntun. Þannig að þetta helst allt saman. Áherslan okkar sem sagt þessi. Menntastefna, hvatning og íslenska sem annað tungumál og svo förum við þennan hring aftur og aftur í endurskoðun. Hvað getum við gert betur? Hvernig getum við stutt við? Hvaða árangri þetta að skila? Þannig að næstu skrif okkar, gott fólk, að auðvitað ætlum við að halda áfram að hæfnigreina og við þurfum öll að vera í þessu saman. Þetta er ekki bara einhver einn aðili eða ein stofnun eða eitt félag sem getur gert þetta. Við verðum að halda áfram og við verðum að sýna seiglu og við erum bara saman. Förum í dans. Takk fyrir.